Góðan daginn og verið velkomin á Hrafnaþing hér hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Í dag flytur okkur erindi Halldór G. Pétursson. Hann starfaði sem jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun frá 1987 til síðustu áramóta þegar hann fór á eftirlaun. Hann þó hvergi nærri hættur fræðistörfunum en hann sérfræðingur í rofi og lausum jarðlögum. Og hann ætlar að segja okkur allt skriðuföllin í Hörgárdal árið 1390 og afdrif Gásakaupstaðar. Gjörðu svo vel, Halldór. Hvað fyrir? Já, ég ætla að benda ykkur bara á undirtitilinn að þetta eru, ég mun fara þarna gegnum nokkrar staðreyndir, hugmyndir og tilgátur sem eru sumar hverjar setta fram í, svona létt vafasömmum tilgangi, en það kemur betur í ljós og seinna að það hefur alveg dugað það sem ég ætlaði mér með því. Nú, þetta eru þeir þættir sem hafa verið notaðir í þessum rannsóknum. Það fyrst og fremst það sem ég hef unnið við jarðgrunnskortlagning og landmótun. Og kortlagning á Hörgárdalssvæðinu hefur nýst ágætlega við það. Sérstaklega þessi tveir neðstu þættir, umhverfisbreytingar á seinni öldum og þarna innan gæsalappa litla ísöldin, svo kölluð. Og við víkjum nú kannski aðeins betur að því seinna. Og það að lesa landslagið og túlka landform. Síðan var það að ég vann fyrir á tímabili við það að kanna farvegsbreyting á Hörgá, hún vildi ekki renna eins og menn vildu og hjálpa bændum við að styrkja bakka hennar, þannig að landbrot minnkaði. Það svona kveikjan að þessum pælingum sem koma sem ég fer í gegnum Nú, heilmikið bættist við þegar við vorum að kanna Veðurstofan og Náttúrufræðistofnun, gerðum úttekt á ofanflóðaaðstæðum í Öxnadal og Hörgárdal. Þar undir voru snjóflóð, skriður, krapaflóð og vatnsflóð, auk berghlaupa og grjóthruns og við skoðum bæði veltum fyrir okkur mögulegri skriðuhættu og svo snjóflóðahættunni. Og þá voru kortlögð heilmörg skriður í hlíðum Hörgárfjalls og skriðudyngjur þar sem efnið í skriðuföllunum hefur sest til. Nú, svo fjórði liðurinn, það eru þær fornleifarannsóknir og sagnfræði sem hefur farið fram í Hörgársveit frá því 1980. Það eru fyrst og fremst Gásarannsóknirnar, allar þar sem hafa verið í gangi, fornleifaskráning í Hörgársveit og Disnes, uppgröfturinn sem fór þar á kumlunum. Og svo þverfaglegt rannsóknarverkefni sem í gangi núna sem heita Tveir dalir, eða það alþjóðlegt verkefni undir stjórn Árna Daníels Júlíussonar og Ramónu Harriðsson. Hann sagnfræðingur og hún fornleifafræðingur. Og þetta verkefni heitir á ensku Two Valleys in Times of Pandemics og þar lagt áherslan á það að velta fyrir sér umhverfi og byggðamynstri á miðöldum. Þá þessi pandemics eða þessar pestir, þá það fyrir svartadauða. Og þetta byggist ansi mikið á eyðibílakönnun því að það hefur komið í ljós á síðustu árum að það voru mun fleiri bændabíli á svæðinu en fram að þessu hefur verið talið. En þessi bíli urðu óbyggilega ýmsum ástæðum, bæði mannfækkun, þjóðfélagsbreytingum og kólnandi veðurfari. Þetta verkefni núna í gangi við tökum. Þetta þverfaglegt þannig að það eru sagnfræðingar, fornleifafræðingar og náttúrufræðingar og fleiri. Og við sem höfum tekið þátt í þessu eru
félagi minn hérna af Veðurstofunni sem hérna á Akureyri, Sveinn Brynjólfsson og annar sem Svarfdælingur sem Árni Hjartarson sem áður fyrr var á Ísor, jarðfræðingur, og svo ég, og kannski fjölgar okkur meira, taka fleiri þátt í þessu seinna. Nú, þetta efni sem hér getið lesið í grein sem ég skrifaði í Heimaslóð, sem árbók Hörgársveitar, síðasta hefti, og það hægt að nálgast PDF eða skjal af þessari grein á link á heimasíðu stofnunarinnar. Hörgárdalur, hann einn af megindölum Eyjafjarðar, dalakerfi með fjölda hliðardala og skála í fjöllum og háfjöll í háum fjöllum umhverfis dalbotninn. Þarna nú strikað undir aðalsökudólkana eða þá grunuðu hér í þessu verkefni. Það Lönguhlíðarfjall, Staðartunguháls, úr þeim hlupu skriður í þessu og svo merktir þeir bæir og Gásaköpstaður sem eru þarna fjallað um. Nú líka hérna gömul mynd sem ég gróf ykkur staðar upp, það vatnasviði Hörgá, það heilmikið, en hérna 670 ferkílómetrar. Nú, Hörgárdalur grafinn á löngum tíma af jöklum ísaldar, þá Hörgárdalsjökli fyrst og fremst, en hann átti sér uppruna í fjalllendinu af mörgum smájöklum í fjalllendinu umhverfis Hörgárdal. Og það sem einkennir landslag þarna eru árkeilur og aurkeilur og laus jarðlög frá þeim tíma sem ísaldarjöklar hopuðu, og frá þeim að nútímar jöklar, laus jarðlög og aurkeilur frá nútíma jöklum í háfjöllum sem gengur fram á kuldatímabilinu sem við jarðfræðingar höfum kallað litla ísöldin. Það tímabili frá 1350 til 1920 og það var sérstaklega, hvað eigum að segja, slæmt, mjög sérstaklega kalt á minnsta kosti 3 áratugum þarna í kringum 1690, 1740 og 1890. Auk hérna önnur landform sem eru áberandi á Hörgárdalssvæðinu það fjöldi berghlaupa, það eru stóra skriður og framhlaup úr berggrunni, og þá nú Hólar í Öxnadalsdal kannski þekktasta, eða þar sem háir hólar og dalinn fylla, það þekktasta berghlaupið á svæðinu. Auk þess eru ýmsar urðir utan í og hátt í fjöllum. Fjallahlíðarnar á svæðinu bera ummerki eftir gróður og jarðvegseyðingu. Það finnst þarna fjöldi misgreinilega forna og nýrra skriðugra í fjallahlíðum og greinilegt að það hefur orðið þarna mikil jarðvegseyðing á seinni öldum. Og þá með seinni öldum þá átti tímabilið eftir landnám og sérstaklega með kólnandi veðurfari á litlu ísöldinni og hafísárun sem fylgdu þá. En við skulum hafa það í huga þegar við erum að bölva stundum, sumir að bölva landnámsmönnum fyrir hvernig þeir hafi, og forfeðrum okkar hvernig þeir hafi farið með blessaða jarðveginn utan á fjallahlíðunum eða á landinu. Að gróðurþekja og jarðvegsþekja á Íslandi, hún þróaðist þegar engin grasbítar voru nema gæsir og álftir fram undir 1000. Það náttúrulega var áfall fyrir umhverfi þegar landnámsmenn og húsdýr þeirra mættu. En það annað sem veldur líka því að íslenskur jarðvegur viðkvæmur. Það mikið af öskulögum og foki í honum, mikið af bergmylsnu, og auk þess eru
Misþykk öskulög í jarðveginum, sum geta verið upp undir 10 cm þykk, eins og Hekla 3 og 4, og þegar grunnvatnsrennsli og jarðvegur er mýblautur, þá verður þrýstingsbreyting þessi öskulög. Það veldur því að það myndast stundum skriðfletir og skriður hlaupa fram úr jarðvegsþekjunni. En skriður á Hörgárdalssvæðinu eru tvenns konar. Það er annars vegar jarðvegsskriður úr hlíðum, eða eins og félagarnir á Veðurstofunni kalla úr opnum hlíðum. Það er ekki eða bara áttu einhvers staðar á hlíðinni. Og örskriður og grjótskriður úr farvegum, og þá er það að hugsa gil eða árfarvegi. Og í sambandi við þetta verkefni þá ættum við aðeins að hafa í huga að það er svona bías hjá náttúrufræðingum þegar þeir eru að tala umhverfisbreytingar og þjóðfélagsbreytingar og allt svoleiðis, að við kennum alltaf kólnandi veðurfari og alltaf náttúrunni, eldgosum, þær breytingar sem stundum hafa orðið á byggð og svoleiðislöguðu, en ekki það hefur svo þegar við förum að tala við sagnfræðinga kemur stundum í ljós að þetta hefur bara verið eðlilegum þjóðfélagslegum orsökum eða í kjölfar pestar eins og svartadauða eða stórubólu. Helstu niðurstöður af þessari könnun á snjóflóðaaðstæðum í Öxnadal og Hörgárdal er að það má finna þessa skýrslu á Veðurstofunnar, að það er greinilegt að snjóflóð geta ógnað íbúðarhúsum í Öxnadal og Hörgárdal. Það er nú sérstaklega í Öxnadal. Skriðuföll frá landnámi hafa ógnað byggð bæði í Öxnadal og Hörgárdal, eitt bæjum og fallið yfir gömul bæjarstæði. En í dag er það fyrst og fremst hreinræktaðar aurskriður úr giljum eða jarðvegsskriður úr spýjum og gróðurfylltum farvegum og skorningum sem falla á Hörgárdalssvæðinu. Stórar jarðvegsskriður hafa verið tiltölulega sjaldgæfar á síðustu 100 árum, þó hættan af þeim sé vissulega sums staðar til staðar. Nú, ef við horfum aðeins á tengsl veðurfars og skriðufalla, og þetta kemur nú kannski sérstaklega inn á það sem við förum að tala 1390 og það sem gekk á þá er það að þessar skriður sem falla á Hörgárdalssvæðinu falla ýmist í tengslum við miklar og ákafar vorleysingar eða óhemju miklar og ákafar rigningar oft á haustin. Sennilega verða algengustu skriðuföll á Hörgárdalssvæðinu miklum og ákveðum rigningum í norðlægum vindáttum, sennilega frekast norðaustlægum, ofta haustlægi. Oft er að ræða tiltölulega litlar og fáar skriður í hverri hrinu, en mun stærri skriður eru þó vel þekktar. Og það var mynd þarna á síðustu læra af einni ákaflega skemmtilegu og fallegu skriðuöri, hérna í Staðarhnjúk fyrir ofan Möðruvelli, þessi skriða og þessi skriður mynduðust 1946. Ég hef eiginlega verið að viðurkenna það að þegar maður fær svona auðgreind skriður, þá er ég miklu betur í því að greina þau heldur en þau ógreinilegu. Og það kemur betur í ljós þetta. Nú, skriðuföll á Hörgárdalssvæðinu er einnig algeng við vorleysingar, en það er yfirleitt að ræða staka skriður sem stundum geta orðið töluvert stórar. Mest er skriðuhættan í Asaláku samfara hvassis hlýrri sunnanátt að vori þegar jörð hefur farið ófrosin undir mikilsnjó sem lítið eða ekki hefur leyst yfir veturinn. Og þessum leysingum fylgir sjaldnast mikil rigning en það kemur fyrir. Sennilega verða mestu og ef hættulegustu skriðuföllin á Hörgárdalssvæðinu þegar fellur saman Asaláka og mikil rigning að hausti eða vetri.
Þó nokkuð tilvik eru þegar snjóa hefur mikið snemma haust á ófrosna jörð, en seinna haustið, jafnvel í vetrarbyrjun, hefur hlýnað mikið, oft með mikilli rigningu, svo úr hefur orðið asahláka og mikil vatnselgur sem orsakar mikil skriðuföll víða á svæðinu. Þetta nýlegasta dæmi þetta var frá 20. til 21. desember 2006. Þá hlýnaði skyndilega eftir langan kulda og snjóakafla, en undir eins og hálfsmetra þykk í snjóþekju var ófrosin jörð. Og sólarhringssveiflan þarna mæltist í Eyjafirði á Torfum 21 gráða og einni klukkustund hækkaði hitastigið 8,3 gráður. Og þessum hlýindum fylgdi mikið hvassviðri úr suðri og suðvestri og seinna tóku auk þess að regna sumstaðar mjög mikið. Samanlagt magn leysingarvatns og úrkomu fór víða langt yfir þau þröskuldsgildi sem yfirleitt duga til að hleypa af stað skriðum. Að þessu urðu enda mikil skriðuföll og þá var það sérstaklega Eyjafjarðardalur, Djúpadalur og Öxnadalur og fremst í Hörgárdal. Nú og þær skriður sem að hafa verið stæðstar og maður grefur upp í fornum annálum eru líklega að þessari tegund. Og þá eru tekið dæmi skriðurnar sem eru mynd af þeim örum hérna neðst á glærunni. Það eru þær skriður sem féllu illst í Löngulega fjalli eða í óskaplegum rigningum eins og Annarlinn segir 23. september 1769 og upptök þeirra flestra eða allra eru neðan við stall eða slakka í efri hluta fjallsins ofan við bæina Öxnól og Hallfríðarstaði og það gefur tilefni til þess að velta fyrir sér hvort að þar hafi ekki setið snjóskafl þegar skriðurnar féllu. Og ef til vill, og það nú eiginlega öruggt að þessar skriður var orðið haustfreti þegar snjóað hefur mikið á ófrosna jörð og síðan hlýðna með mikilli rigningu. Og þá það spurningin svona sem að veltir fyrir sér hvort að það samskonar veður sem hleypti niður skriðunum 17. nóvember 1390. Þá hefur nú sennilega verið á ferðinni haustfret og óhemju mikil rigning. Og ef við menn vilja aðeins minnast þess, þá skulum við bara hugsa Seyðisfjörð hér fyrir 2020. Það var einmitt svona rigning og snjókoma sem þar gekk á. Og kannski, við skulum sjá hvernig Austfirðirnir haga sér núna næstu dagum. Nú hér upptalið úr könnuninni sem við gerðum ofanflóðaaðstæður, dauðsföll, fjöldi dáinna sem hafa farist í skriðuföllum frá 1337 til 1887 og allir hafa farist þegar skriður hafa fallið á bæ nema einn sem fórst í grjóthruni á almenningum. 1390 þá það 28 mann sem farast á þessum tveimur bæjum sem við fjöllum hérna, Skriðu og Búðanesi. Nú hér eitt sem kemur fram í fornleifakönnuninni að það að flest bendi til þess að bæjarstæði á Íslandi hafi yfirleitt haldist óbreytt aldaraðir. Þannig voru ný bæjarhús oftast reist á grunni hinna eldri eða að minnstakosti á svipuðum slóðum og hlutir á eldri bænum gjarnan endurnýttir við viðhald eða bygginga nýja híbýla. Í Hörgárbyggð eru helst skriðuföll sem hafa í gegnum tíðina ógnað bæjarstæðum. Heimildir eru þekktar flutning bæjarstæða 8 lögbýlum af 58 eða 14% jarðar sem reyndar óvenjulega hátt hlutfall. Nú það sem rauðstrikar að það kemur fram í nýrri könnuninni á ofanflóða aðstæðum
að það eru mun fleiri bæir á Hörgárdalssvæðinu sem hafa lagst í eyði af völdum skriðufalla eða þau valdi svo miklu skemmdum að flytja þau við þurft bæjarstæðin. Þetta með 18 bæir eða 21 tilvik því að oftar en einu sinni fellur á 3 af þessum bæjum. Þannig að talan er miklu hærri á Hörgárdalssvæðinu en fornleifafræðingarnir eða kom fram í fornleifakonunni. Nú, ástæðan fyrir að menn byggðu alltaf aftur á bæjarstæðunum er svo að þeir voru bara að nýta efnið, nýta sér. Bærinn var ræst áratugum eða öldum saman var hann reistur á sama stað og þetta fór ekki að breytast fyrir í byrjun 20. aldar. Menn voru einfaldlega að nýta efni sem var þarna á gömlu bæjunum. Nú þá skulum við snúa okkur að árinu 1390 og þar segir svo í Flateyjarannar: regn svo mikið haustið að úr hófi gekk eftir Marteinsmessu, það er 11. nóvember, vatnavextir svo miklir að engi mundu slíka, svo að það fyrir drafst sauðfé víð í Skagafirði og Desi í Norðurárdal. Hlupu skriður nær allt land og ónýttust bæði skógar og engjar og töður og úthagar. Tók allan bæ að Hjallaland í Vatnsdal og 6 menn. Tók bæ í Búðanesi og önduruðust þar 12 menn. Tók skriða allan mannabæinn í Lönguhlíð og svo kirkjuna. Letust það 16 menn. Og svo þegar bara að reyna að bjarga sér þá fannst nær ekkert að góssi og leituðu meira en 100 manna. Urðu þessi tíðindi 5. dagskveldið eftir dagsettu fyrir Klemensmessu og stóðu þessi bæir í Hörgárdal. Það eru þessi 2 síðastnefndu bæirnir. Það er 17. nóvember sem þessar skriður falla. Það má vel vera að skriðan sem tók Hjallaland hafi verið fyrr á ferðinni. En þetta hefur, hvað ég var að segja, þarna hefur verið gangi eitthvað öfgaveður og það er umverulega kannski marka þetta upphafið af því að veðurfarsbreytingarnar sem við jarðfræðingar köllum svo seinna litla ísöldin er að byrja ganga í garð. Það verður oft að óstabílt ástand, það breytist, veðurfarið verður óstabílt og öðruvísi þegar loftslagssveiflur eða veðurfarssveiflur eru gangi gegn hvort sem þær eru kaldar til kólnunar eða hlýnunar. En það sem er ljóst að þarna hefur verið á ferðinni öfgaúrkoma eins og hefur komið oftar en einu sinni fyrir síðustu árin. Og hér er glæra með hugsanlegum skriðustöðum sem tengjast þessu sem ég fjalla aðeins hérna á eftir. Hér 1390, þessi rauðu stjörnurnar eru þeir sem eru staðfestir, hitt eru hugsanlegir skriðustaðir og mishugsanlegir kannski. Nú, bærinn Skriða hét á þessum tíma Langahlíð neðri eða ytri. Þetta var eftir þessar hamfarir var þessi bær í eyði minnstakosti ef til vill í 50 til 100 ár og þegar hann byggðist upp aftur þá var hann nefndur Skriða. En það var kannski ekki fyrir eftir svartadauða, þannig að það getur verið fleira en það hafi verið óbyggilegt. Þetta var höfðingjasetur, þarna bjó lögmaðurinn og þarna var heilmikil brenna á Sturlungaöld 1197, svo nefnd Lönguhlíðarbrenna. Nú, hér
sjáum við loftmynd af ysta hluta Lönguhlíðarfjalls. Hún tekin, þetta gömul amerísk loftmynd frá 1960. Ég tók hana sérstaklega vegna þess að það er svo mikið að sést eiginlega allir hvítu blettirnir í fjallinu. Það er það sem er bert, berir melar. Helmingurinn af þessu er örugglega skriðuör, misgreinileg. Og það er allsett greinilegum skriðuörum þetta fjallana. Og það sem að geta, það sjáum þarna veginn sem liggur undir fjallinu. Meðfram veginu þarna er jarðvegs, ef maður kíkir í skurðina þarna og jarðvegstorfunar, það er greinilegt að það er allt meira og minna úr lagi fært. Og í Lönguhlíðarfjalli er mesta skriðuhættan innan við skriðu og eiginlega inn eftir öllu fjalli. Nú, hér er mynd af Lönguhlíðarfjalli, tekin af Vollagi 2007. Þarna innst í fjallinu, það glittir í eitt af skriðuörunum, eða eina af skriðunum frá desemberhrinunni 2006. Og þetta tekið snemma vors til þess að sérstaklega örin komi betur fram. Þetta ör sem er þarna gult innan við svarta strikið, það er frá 91. Það er nú svona betur gróið upp núna. En þið sjáu hvernig jarðvegurinn hefur skafist undan að hlíðinni og svo aur sest til neðan við. Mér finnst þarna að því ég er alltaf að góna á þessi skriðuör og er svolítið bías sem ég þarf að hafa í huga. Ég á svolítið erfiðarast með að sjá þessi ógreinilegu örin, að þið sjáu það sem að stóra svartast örin er, þar hef fundist eðlilegast að miðað við lýsingar á skriðunni sem í annálum að Lönguhlíðarbærinn hafi staðið, en aðrir og munnmæli í Hörgárdal segja að bærinn hafi staðið þessi rauða stjarnan er og það við hlaupið þarna eftir úr hvilft neðst í fjallinu sem er neðst í fjallinu, og það er mjög ógreinilegt ör þarna ofan við, en það er samt ykkur svona deplar í kringum stóra örið, það er greinilegra skriðuör samt máð, en það hefur eitthvað skeð þarna utan í fjallinu ofan við ytri örina og ofan við þá sem eitt í bænum. Nú, tilgáturnar sem ég setti fram í greininni, það höfðu árangur, því að félagar mínir, Árni og Sveinn, þeir keyptu þetta ekkert af mér, og eftir létta kynningu í mörkinni, þá tóku þeir sig til og töluðu náttúrulega mann sem þekkti allt og öll munnmæli. Þeir töluðu við Sverri í Skriðu, gamla bóndan þar, og þeir gerðu sér lítið fyrir og fengu leyfi til að grafa könnunarholur, og það kom nú og í þeim fundu þeir ummerki Skriðu sem bæta að bæjarstæðið hafi verið þar sem rauði punkturinn er, einhvers staðar á þeim slóðum, og skriðan sem etti því hafi komið úr þessari geil og þessari hvilft sem er þarna farveginum neðst úr fjallinu.
En hvers konar skriða þetta var, eða hvað var þarna í gangi, erum við ekkert búin að skilja eða ekkert búin að fatta. Og það svona ýmislegt sem kemur til greina með það þarf að kanna það betur. Þarna blái ferhyrningurinn þar sem bærinn, gamli bærinn stóð. Skriðubærinn stóð framundir 1950 og þetta líklega það bæjarstæði sem var byggt upp á þegar hann var byggður upp á miðöldum aftur. Nú, hér hola 1 þarna í túninu. Þarna fer ekkert á milli ála, þarna skriða efst í sniðinu og hún hvað 60 cm breið þarna. Og en hún hefur fallið þá, hún malarík þarna, en hún hefur eitt undirlaginu, hún hefur rofið sig niður í jarðveginn sem með öskulögum, miðaldaöskulögum neðan við. Og svo önnur skriða sem sést þarna ágætlega. Þetta í holu 2. Nú og síðan voru þeir að reyna það var reynt svokallað brautaútreikninga, reikna út hvað stærðfræðiformúlu sem hafa verið notaðir til að reikna út snjóflóð. Við höfum prófað að reikna það fyrir skriður líka, reikna út hvernig, miðað við það að upptökin væri þarna upp í fjalli, hvernig skriðan hefði getað hlaupið niður og þetta eða hvað langt skriða hefði getað fallið miðað við þessa braut, skriðubraut. Nú þetta einfaldlega bendir til þess allt saman að munnmæli staðsetningu Lönguhlíðarbæjarins sé rétt. Þykkt skriðunar sums staðar 1,5 meter og hún rauf undirlag sitt. Og það bara, og hér hef ég, ef það væri nú farið í fornleifakönnun þarna, þá má, svo sem miðað við lýsinguna, það fannst ekkert af gossi af bænum, eða bænum sjálfum. Skriðan hefur umturnað honum, og það segir nú eiginlega beint í lýsingunni. Og ég á nú vonum að ekkert finnist þarna almennum fornleifum frekar en það sem menn gátu grafið upp 1390. Þetta allt út allt þarna á túninu og í þessum aur. Efnið sem hljóp út úr þessari hvilft í fjallinu, það gæti hafa verið mýri hallalítil mýri neðst í hlíðinni. Og allt hefur verið mýblautt í fjallinu, mýrinu og líka á flatanum neðan við þar sem að bærinn stóð. Þess vegna rofið og þetta hefur hræst bara allt upp. Hvað kom eiginlega ofan á fjallinu þarna ofan við? Erum við enn að klóra hvor öðrum yfir? Kom einhver smáskriða þarna ofan úr eða var það jafnvel krabbahlaup sem kom þessu öll af stað? Því að við erum að tala það að þá velta fyrir okkur að þetta sé ekki bara rigning sem þarna á gangi, þetta sé hretað í vetrarbyrjun. Það bæði snjóar og rignir svo ofan í það. En það allavega þarna, samkvæmt lýsingu annálsins, þá var þarna öfga úrkoma. Það var bara allt orðið mýgandi blautt og ekki bara þarna heldur annars staðar. Þetta stakur atburður, þessi sem hefur hlaupið þarna úr geilinni. Það fannst engar önnur ummerki aðrar skriður í þessari holu. En svo þarna þar sem hitt strikið þá eru strax farið að sjá nýja skriður og fleiri skriður innan við túnið og þar allt í kássu. Við þurfum að skoða fjallið, við jarðfræðingarnir þurfum að skoða betur fjallið ofan við skriðu og hvilftina og reyna að skilja þetta allt saman. Og það erum við allir þrír, Sveinn
Árni og ég og Sveinn og Árni hafa boðið mér kurteislega að taka þátt í því að afsanna mínar eigin kenningar. Ég þakka þeim kærlega fyrir, því að hér engin Sturlungaöld eins og hér verður engin brenndur strax, kannski bara greinin. En ef við reynum að finna eitthvað svona nútíma eða nýlegt dæmi um þetta, þá þetta kannski eitthvað svipað og átti sér stað í Ólafsfirði 1988. Þar var svona öfgaúrkoma, Ólafsfirðingar áttu þarna einkalægð sem rigndi úr í viku eða ég man ekki hvað lengi, áður en að það fór að falla smá skriður ofan úr Þingdaöxl og ég stend þarna á neðri myndinni, þá tekin mynd, ég stend rétt ofan við upptökn skriðunar úr neðri brúninni í Þingdaöxl og þar hljóp fyrsta skriðan fram og hún var ekkert stór, en hún bara tók með sér meira efni og svo þegar hún féll niður í blauta hallamýri neðan við, þá kom titringurinn sem varð við höggið og þegar skriðan datt í mýrina, hann bara gusaði efninu, efsta laginu og mýrinu niður í bæinn. Þannig að skriðan sjálf sem hljóp upphaflega, allt efnið úr henni lá svo efst í grjót, rétt glittir í grjótið úr þar efst í skriðuðurinu. Þannig að efnið sem kom niður í bæ var miklu meira heldur en maður en nokkuð tíma nótt vona og í svona eðlilegt skriðufall. Þetta hefur kannski verið eitthvað svona sem hefur gerst við í Lönguhlíð. Nú, næsti bær sunnan við skriðu heitir Langahlíð. Það þar sjást, eða mér finnst það greinileg skriður, þau eru nú misgreinileg. Það eitt þarna eftir skriðu sem féll þarna á bæinn, sem þá stóð eiginlega á hlaðinu á núverandi bæ, 1795 og drap 2. En við hliðina örnefni sem heitir Bæjarskriða og þar undir annað örnefni sem fornleifafræðingarnir leituðu að, það heitir Gamlibær og hann ekkert fundist af honum. Og núna ég búin að setja spurningamerki við það að Langahlíð. Ég skrifaði í greininni þegar ég var að fílósófara þetta bæði, þetta gamla skriðuver og þetta nýja, að það væri rétt að stoppa áður en gengið væri svo langt að halda því fram að gamli Lönguhlíðarbæið og lögmannssetið hafi staðið hér en ekki skriðu, en svo allar heimildir og munnmæli halda fram. Ég held að þetta hafi farið mest fyrir svo besta tilgáta sem ég satt fram því að það fór öfugt ofan í strákana og þeir fóru bara á grófu fundu loksins ummerki bæinn. Og þá tilgangnum náð. Ókei. Jæja. Þá skulum bara fara hratt yfir. Þetta fleiri skriður Búðanes, Staðatunguháls. Þarna fannst ummerki skriðu sem að drap þessa Búðanesi og það eru fleiri ummerki eins og þessi tvö litlu berghlaup sem falla ekki nema þegar allt mýhlaup, mýgandi blautt. Þetta bæði í Hörgárdal, fremst í Hörgárdal og Öxnadal. Og þetta gerist ekki nema í öfgaúrkomu þegar stykki fara að skríða fram úr berggrunni skriðflöt. Nú og svo eru þessi fleiri staðir, það eins og í Kolbeinsdal, Skagafirðinum og Hjaltastaðahvammi í Blönduhlíð og Reyki í Hjaltadal. Það nú síðan tiltölulega öruggast að þetta einhverja skriður í Kolbeinsdal þar eru fornleifakönnun og öskulög benda til þess að þau séu frá 1390. Og svo bara spurningi hvað á að segja að skriður hafi hlaupið allt land.
Því að það nú allavega kannski að hafi nú eitthvað freistandi að halda hvað allt land sem þýðir þar. Það má velta því endalaust fyrir sér að hafa einhverja skriðufallið í Borgarfirðinum, norður á dalnum. Nú Hörgá, allt þetta efni sem féll í skriðurnar lenti í Hörgá og það var aur, mold, torfur, kjarr, viður og svo vatnsflóð og náttúrulega áin hefur verið ofsavexti og ummerkir það að það kannski sennilega myndaðist nýr farvegur ef þið skoðið þarna Hörgá merkt þarna austamegin í dalnum. Það yngri og miklu hrárri farvegur Hörgá og það má finna á túnunum vestamegin í dalnum síki sem bugðóttur farvegur eldri og þessi gamli farvegur hann skiptir löndum þarna milli. Sérstaklega milli Laugalands og bæjanna í vesturhlutanum. Og ég geri ráð fyrir að áin hafi rifið sig upp úr. Nú, þá skulum við líta á ósana, það gekk náttúrulega mikið á þar og það nú aðalega hvernig þeir líti út. Þeir eru tvöfaldir. Það ytri fjörukambur og innri fjörukambur. Sjávarstraumarnir eru frá norður til suðurs, öldurnar hlaða upp að landi og það sem ég geri ráð fyrir hafi gerst við þetta þegar allur farvegurinn og allur að framburðurinn barst með Hörgá niður eftir að þá var ósinn stíflast upp af kvistum og torfum og lurkum. Það hafi safnast flóðvatn, hafi hlaðist upp og síðan hafi ósinn hlaupið fram. Þetta fyrsta myndin sýnir hvernig aðstæður var þar sem að röfst á þegar innri garður, Malakamburinn var einn. Við þessar hamfarir hljóp ósinn fram og ytri kamburinn myndaðist framan við, utan við. Þetta getið að hafi skeð sérstaklega 1612 í Skagafirði við Eystri-Héraðsvötnin þá hljóp ósinn fram vegna þess að hann stíflaðist af Viðarkurli og fleiru. En sem sagt ég held að það hafi gerst þegar ástæðan fyrir því að allt í einu skarst varð óaðgengilegt að rústasvæðinu, athafnasvæðinu, þar sem þið lentu og þarna sjáið þið á síðustu myndinni, sjáið þið að koma þarna vorið 1400 og þeir veit ekkert hvað á sér stendur. En það sem að gerist í ytra kampinum þar sem að sjór hefur verið að ganga á land í síðustu árum, þá finnum maður svona gamla brotið upp kampinn. Að þar finnum maður torfusnepla, gamla torfusnepla og fauska. Það innihaldið í þessum kampi. Og það leifarnar af þessum hamförum sem að voru þarna 1300 þegar bæirnir lögðust í eyði. Nú, þetta það síðasta sem við vitum Gásir. Að 1370 þá þetta síðasti vitnisburður skipakoma Gásum. Og svo þetta skráð, ef að Gási gengið út frá því að Gáseyri tilheyri Gásum. Jörðin taflas meðaljörð og svo sjálfur verslunarstaðurinn og Gáseyri seld 1402. En það sem það ekkert allt búið á Gásum. Því að eru myndir af því sem hefur gerst á 20. öld, riss frá fornleifakönnu 1907, gömul loftmynd frá 46, síðan koma 60, 70, 80 og 8 og 2008 þá sjáum við hvernig ytri garðurinn hefur gengið inn. Þetta eðlilega skýringar á þessu, að
þegar í fornleifarannsóknum voru gerðar þarna, þá kom í ljós að neðsti hluti rústanna sem grafinn var upp, var blautur, það er neðan við núverandi sjávarmál. Þannig að það var aldrei grafið komist í eldri rústir vegna þess að landið hefur sigið þarna. Og við komst aldrei í sögueld eða landnáminu. Þetta var bara miðaldarústir, allt hitt neðan við er blautt, undir sjávarmáli. Og miðað við þetta, þá höfum við giskað að landsig á þessu svæði við Eyjafjörð lítur að nema 1 til 2, 1,5 til 3 metrum á þessum 1000 árum. Og mér finnst nú hærri talan líklegri. Og menn hefði vallast verið þarna með verslunarstað og búðir nema sem var hægt að allt blotnaði í stórstreymi og sjávargangi. Og ástæðan fyrir þessu öllu er einföld. Ísland sem heild er allt smásaman að síga í sæ og það tengist landreki og því að íslenski berglagastaflinn nálast svífur á heitareitnum sem undir gosbeltið. Og ummerki er þetta að finna víðum land í mólugum, svokallað fjörumór í Faxaflóa sem allir þekkja. En það finnast líka mór neðan við sjávarstönduna víða við norðurstönduna Eyjafjörðir, til dæmis í Arnarnesvíkinni. Við Skjaldavík er líka svo ummerki gamla grjótgarða og breytingar þar sem að sjávarhólmi sem var hlaðið garður til að verja þennan hólma fyrir búfé. Hann er kominn núna sést ekki nema á Stórstraumsfjöru. Þetta var egghólmi eða varphólmi. Og það er eitt af þessum, ef við tínum þetta til, þá finnast við ummerki þessa þetta landsig að víða í heimildum. Já, og þá þarf að þakka ég fyrir mig. Takk fyrir kærlega, Halldór. Þetta fróðlega erindi. Ég held að við áttum bara spurningar að vera þar sem að við erum búin að ná tímamörkunum. En við langar samt að enda þetta á það að láta ykkur vita að næsta hrafnaþing er 12. apríl og þá ætlar Birgir Vilhelm Óskarsson, jarðfræðingur, að flytja erindið ráðgátanum steingerðu fótsporin í Surtsey. Og við ætlum að halda okkur áfram innan jarðfræðinnar. Ég hvet bara sem flesta til þess að láta sjá sig aftur þá. En takk aftur, Halldór, og við segjum þetta gott. Snöggt.